Hvað það besta sem þú hefur fengið út úr starfinu þínu í Bíóblaður? Hvað svona... Besta? Já. Vinindi sem ég eignast. Já. Ég myndi segja það. Af því það eitthvað sem kom mér óvart. Ég hafði ekkert reiknað með því, af því að planin var, ég kláraði þetta ekki alveg á hann. Ég ætlaði að vera með einum önugæja, það klúðraðist eða svona, hann hafði ekki áhugaði. Þá hugsaði mér, ok, ég ætla að heyri ykkur svona 4 nánum vinum sem ég hafa líka áhuga á kvikmyndum og þeir enda að hafa allir komið til mín. Ég rótira þeim. Þannig að það alltaf 2 svona næstu stjórnendur og bara, þessi kemur til mín einu sinni í mánuði og skilur þar fram til göttum. Það var planið. Já. Svo bara þróast það út í að þetta stækka alltaf. Svo fór ég líka að fá til mín þekktara fólk og kvikmynda, leikstjóra, leikara, leikonur, framleiðenda, handritshöfunda, samfélagsmiðlastjörnur, þar fram til göttunum. Og svo ég líka að fá til mín alls konar fólk sem ekki þekkt, en bara sem ég langaði að hitta og taka upp þátt með því fólki. En svo bara myndust bara svona vinasambönd. Það eitthvað sem ég datt aldrei í huga myndi gerast. Og svo út frá því, sem ég kann segja frá, fóru vinasambönd að myndast fyrir utan mig, skilur. Já. Þannig að þessi gæi úr einhverju þætti kynnist öðrum gæja sem var líka hjá mér, þeir verða vinir og ég ekkert með í þeirra vinasambandi. Þannig að það varði eitthvað svo stórt dæmi. Já. En jákvætt, skemmtilegt. Já. Hefur einhvern tímann fengið einhvern tíðin í viðtal og það hefur verið svo erfitt að taka viðtal við viðkomandi að það var eiginlega bara vandræðalegt? Það var kannski ekki vandræðalegt, en ég hef lent í því að mér hefur leiðist í stúdíunni. Já. Það er einhver leiðilegu viðmælandi. Já, sem mér fannst. Já. En mér finnst ótrúlega, ég er búin að gera núna rúmlega 300 þætti og ég man eftir 3 þáttum sem ég varst leiðilegir. Já. Annars fannst mér flestir af þeim skemmtilegir. Sko. Og ég vil líka fólk horfa á þættina mína, ekkert af mér, að ég sé svo æðislegur. Mér finnst bara mjög skemmtilega gesti og það er mjög skemmtilegt chemistry á milli þeirra. Mér finnst mjög gaman að para fólk saman sem bara þekkist ekki neitt og kannski eins og ég fekk til mín 2 stráka, Pétur og Jökull. Þeir tóku með mér fyrst áttur sem þeir kom til mín og var Friday the 13th, miklu hryllismynda aðdáendur. Þeir eru ekki þekktir, þeir bara gæjar að gera sitt. Þekktust ekki neitt, hittast þeim þættirum og við erum nú búin að gera 3 þættir saman, allt frá hryllismyndadót. En þeir hafa fengið spurningar, allan annað þeirra, bara þekkist þið eitthvað, eru þið einhverju æsku vinir? Þeir 2. Já. Að þeir ná vel saman í þættinum. Þau hafa aldrei hist á hann komið podcastið mitt. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Þannig þegar ég er að horfa á kannski áhorfstölur, hlustendutölur, það er eitthvað mér langar aðeins meira, ekki fyrir sjálf mig, heldur þeir kannski að missa af rosa skemmtilegum gestum og skemmtilegum umræðu, skemmtilegum spjalli, því að mínir þættir eru ekkit svona alvarlegir, myndi ég segja. Ég er ekki kvikmyndagagnrýnandi. Nei. En já, það hefur gerst 3 svar, myndi ég segja. Já. Það er spurningi þín. Mér finnst það ekki vandræðalegt, en mér finnst það ekki skemmtilegt. Nei. Og þú hefur samt byrt það? Já, ég gerði það. Og það er bara 2 þættir sem ég ekki byrt. Nú? Já. Af hverju var það? Fyrsti þáttur sem ég tóku upp, bara alveg fyrsti þáttur sem ég tóku upp. Ég byrti hann ekki, þau minnst bara ekki nógu góður og svo var annað þáttur sem ég tóku upp með einu félagi mínum. Þegar ég var að klippa hann, það fannst mér bara leiðilegur. Þannig ég gaf hann ekki út. Já. Fannst hann ekki nógu góður. Okay. Og sagðist það bara við félagið? Já. Við vorum ömulegir. Nei, ég er líka bara mjög lélegur í þeim þætti. Já. Af því að maður á misgóða daga og ég get alveg hort á mig með gagnrýnum augum. Þegar ég er að klippa þættina mína, að þetta er í vídeói, mér líður aldrei þess að ég horfa sjálf á mig. Nei. Ég bara horfa á gæjan sem er með Bíóblaður og ég reynir svona mitt besta svona þetta er ekki skemmtilegt eða gera meira af þessu, reyna að minnka slettur, eitthvað slíkt. Og þegar ég horfði á þetta þátt með vinum mínum, fannst mér ekki nógu góður, fannst bara leiðilegur, veist ég ekki nógu góður, þetta var ekki honum að kenna, þetta var mér að kenna. Já. Og ég bara sagði það. Já.